Veiðigjaldi sem að ríkisstjórnin lagði á byggðirnar í kringum landið núna að skila sér í hús. Gíróseðlarnir eru komnir. Fyrirtækin sem fá gíróseðlana og sveitarfélögin eru að velta fyrir sig hvernig hægt að bregðast við. Það er ljóst að sum fyrirtæki geta ráðið við þetta með hagræðingu og einhver slíku, en önnur fyrirtæki þurfa hreinlega að velta fyrir sér hvort þau hætti starfsemi. Það þýðir að þau eru þá seld einhverjum stærri fyrirtæki væntanlega. Er það sem ríkisstjórnin stefndi að samþjöppun í sjávarútvegi, færri aðilum sem eru að vinna þessari atvinnugrein. Það annars sem verðum að muna eftir er að íslenskur sjávarútvegur er í alþjóðlegri samkeppni, víða við ríkisstyrktan sjávarútveg. Og meðan við erum að reka sjálfbæran sjávarútveg í Íslandi, þá eru aðrir að ausa fjármunum skattborgara í þá grein. Það hefur ekki þurft að gera hér. Við viljum halda því þannig. Framsóknarmenn vilja að sjávarútvegurinn sé áfram sjálfbær atvinnugrein. Við viljum byggja á því kerfi sem við þekkjum, aflamarks og aflahlutdeildarkerfi, og við teljum að ef það á að innheimta veiðigjald af sjávarútvegum, þá eigi það gjald að vera hóflegt. Og þegar við segjum hóflegt, þá meinum við að gjaldið eigi að taka mið af stöðu og rekstri fyrirtækjanna. Það er ekki hægt að leggja á veiðigjald sem byggir á meðaltals afkomu eins og gert í dag, því að við allir sem að einhver þekkir til sjávarútvegs vita það, og við þá sem ekki þekkja mikið til, er mikilvægt að koma réttum upplýsingum á framfæri að sjávarútvegurinn er mjög margslungin atvinnugrein. Það er ekki þannig að það er hægt að leggja sama gjald á alla sem í honum eru. Þetta er það sem framsóknarmenn hafa sagt oftar en einu sinni, að það þarf að taka mið af fyrirtækjunum, mið af rekstri þeirra og mið af stöðu þeirra. Og það er það sem við ætlum að gera.